Söngleikurinn Fyrsti kossinn sem leikfélag Keflavíkur sýndi í vetur var valinn athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins og verður sett á svið í Þjóðleikhúsinu. Það þykir mikill heiður. Þið fengu aldeilis góða fréttir að fá þessa viðurkenningu að vera Fyrsti kossinn er valinn athyglisverðasta áhugaleiksýningin á landinu. Já, þetta er náttúrulega bara frábær heiður fyrir okkur og bara geggjað tækifæri að fá að fara með þessa frábæru sýningu í Þjóðleikhúsið. Þetta er ekki fyrsta skipti sem leikfélag Keflavíkur vinnu til þessara verðlauna, getur við sagt. Nei, þetta er í þriðja skiptið. Það var 98, 99 og svo 2018. Þannig að þetta er í annað skiptið á 4 árum sem við fáum þessa viðurkenningu. Það þá bara að byrja að æfa aftur og setja allt í gang? Já, þetta er fyrsta æfing núna. Við erum að renna yfir alla dansana. Það verður eitthvað skemmtilegt. en já, við erum að byrja að æfa bara allt upp á nýtt og það mun bara ganga eflaust misvel. Það verður bara mjög gaman, skemmtilegt svona verkefni, eða ekki? Jú. Og frá því að sýningu lauk á Fyrsta kossinum, þá ert þú búin að vera leikstýra fjölbrota framhaldsskólakrökkum á Suðurnesjum. Já, við náðum bara tæpum mánuði eftir að við lukum sýningum á Fyrsta kossinum, þá frumsýndum við Grís og það var bara virkilega krefjandi verkefni líka og síðan bara 2 vikum eftir að Grís hættir þá fáum við þessar fréttir að við séum að leiða Þjóðleikhúsi og þá kom næsta krefjandi verkefni þannig að það er bara búið að vera mjög mikið að gera hjá okkur öllum en virkilega skemmtilegt samt sem áður. Er þetta eins og að vinna deildina í enska bikarnum eða fyrstu deildinni eða eitthvað? Kannski að vissu leyti, en þetta er náttúrulega svakaleg viðurkenning og við töldum okkur alveg sigurstranglega, ég ætla bara að leyfa mér að segja það en samt þegar að þessu kemur, ég var eiginlega stressaður þegar við fengum að heyra fréttirnar heldur en að bíða eftir því að fá það. Þá var ég bara eitthvað, ég vissi ekki hvernig ég átti að vera. En þetta var náttúrulega bara, þetta er algjör heiður. Verður eitthvað breytt? Eru aðstæður eitthvað öðruvísi sviðið eða að munið breyta eitthvað sýningunni? Ég held að Smári sé ábyggilega bestur í að svara þessu. Eða ekki? Jú, við komum til með að þurfa að breyta leikmyndinni aðeins þar sem að þetta er nokkuð fast hérna og fáum aðstoð frá starfsfólki Þjóðleikhússins við að einfalda sviðsmyndina út af við þurfum að henda þessu upp á hálfum degi og taka allt niður eftir seinni sýningu á föstudegi og koma því út úr húsi og þannig að það þurfti aðeins að einfalda það, já. Hvernig verður það gert? Þurfum þið að græja sviðið eða fáið þið aðstoð við það? Við fáum aðstoð frá þeim og það er náttúrulega frábært líka fyrir okkur að komast bara að vinna með þessu fagfólki þarna innfrá sem er með allt upp á 10 og það er ekkert mál saman hvað við erum, það er bara ekkert mál, við erum bara að redda. Og hvenær verða svo sýningarnar og hvernig gerist þetta? Það verður sýningar 9. júní klukkan 8 og 10. júní klukkan 6 og 9. Það er miðasala á tix.is, þannig að nú verður síðasti séns. Það verður ekki fleiri sýningar eftir þetta, bara alls ekki, allavega ekki með okkur sem leikara. Þannig að þetta er bara að sér miða strax. Þannig að það að hvetja Suðurnesjumenn til þess að mæta í Þjóðleikhúsið og sjá þetta öðru sviði og náttúrulega aðra Íslendinga? Já, bara hvetjum alla sem koma að staða náttúrulega til að mæta. Þetta er algjörlega þess virði. Og hvað, er ekki allir heitir í leikararnir? Var ekkert mál að fá alla til þess að vera með? Það voru reyndar 2 sem ekki gátu verið með, bara sökum annað eins og maður segir. En við bara reddum því og allir aðrir bara ógeðslega spenntir og þeim finnst ömurlegt að geta ekki verið með okkur og senda okkur bara góða kveðju. Og er þetta skemmtilegu salur hérna? Þetta er hvað, kassin eða ekki í Þjóðleikhúsinu? Jú, þetta er kassin. Þessi salur hentar þessari sýningu mjög vel og þetta er 160 og eitthvað sæti í salnum og bara ég er mjög spenntur að fara með þessa sýningu þannig og ég held að hún passi fullkomlega inn í þennan sal. Hvernig fer svona fram? Má maður spyrja praktískum hlutum? Eru þið að fá hluta af miða verðinu eða eitthvað svoleiðis? Fáið eitthvað fyrir þetta? Er þetta bara heiðurinn? Þetta er náttúrulega fyrst og fremst heiðurinn, en þetta er líka 50-50 samstarf, þannig að við fáum helming á móti Þjóðleikhúsinu. En gjaldkerinn hlýtur nú að vera ánægður eftir veturinn, eða ekki? Já, ég held að svo annað hægt, sko. Nískan minnkar ekkert svo. Nei.
Það er alltaf að passa grónum. Já, ég held vel utan um þetta. Það er ekki vita hvernig næsta sýning verður, það þarf að eiga eitthvað inni. Alls ekki, það verður spennandi. Eitthvað sem þið viljið segja þetta svona fyrir þá sem að sjá þetta hérna hjá okkur. Þetta er svona sýning, já, hvað við segja, til heiðurs afaðinum, Rúnari Júlíussyni, einum þekktasta tónlistarmann á Íslandi. Ef ég gef þið núna, 30 sekúndur til að segja, hvað viltu segja við þá sem þú vilt fá á sýninguna? Vá, það er bara pressa. Heyrðu, bara þessi sýning er náttúrulega samin, til heiðurs afa sem er náttúrulega bara ekkert einn besti, bara besti keppníski rokkarinn, það er bara leiðið mér að segja það. Og við unnum virkilega hart að skrifa þetta og allir hafa gert rosalega mikið til þess að setja þessa sýningu upp. Við lentum í COVID-pásu og annarri COVID-pásu, þannig að þetta er búið að vera virkilega mikið svona Löng fæðing. Mjög löng fæðing. En tæknilega séð lentum við í 3 COVID-pásum út af að sýningin átti að vera sett upp vorið 21, sko. Þannig að bara styðjum við bara Suðurnesja menningu, leikfélag Keflavíkur og mæti í Þjóðleikhúsið. Þetta eru frábær lög frá þessum skemmtilega tíma. Já, algjörlega. Og dans og stuð. Já, allt lög úr katalóg Rúnars Júlíussonar, við erum með frábæra dansara. Þannig alvöru söngleikur, fyrsti kossinn í Þjóðleikhúsinu. Bara getur ekki klikkað.